nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Guð, þú sem gefur trú, gefa við megum rækta anda og líkama, að við megum hvert og eitt lifa heil og af heilindum. Guð, þú sem gefur von, við biðjum þess að á tíma sorgar megi vonin lýsa upp allt myrkur, svo við megum líta með skilningi tilbaka, þakka stundina sem við lifum og líta með vongleði til framtíðar. Guð, þú sem gefur kærleika, við biðjum þess að við megum fyrir kærleika þinn þjóna hvert öðru í kærleika, að við megum með þér vera veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Hjálpaðu okkur að öðlast trú á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Í Davíðs sálmum standa þessi orð. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum hvíldar, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu, fyrir sakir nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Við skulum koma við
Verið ávallt glöð í drottni. Ég endurtek, verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum. Guð er nálægur. Verið ekki áhyggjufull neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Að endingu systkin, allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Þið skulu gera þetta sem þið hafið bæði lært og numið, heyrt og séð, og Guð friðarins mun vera með ykkur. Amen. Ég býð ykkur að rísa á fætur og heyra heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Guðs nafni. Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall. Amen. Gjörið svo vel að setjast. Harma, harma, spretti, hvernig státa, þá veit ég.
Náð sé með okkur og friður. Í ritningatextanum sem ég las hér áðan segir: Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, verið glöð, ég endurtek, verið glöð. Og hvernig það hægt á svona stundu, þegar við sitjum hér saman og kveðjum kæran vin? En það var sama við hvern ég talaði, það höfðu allir á orði hvað Kiddi var glaðlyndur maður, geðgóður og alltaf stutt í hláturinn. Þess vegna full ástæða til þess að minna okkur á það í dag, hversu margt hægt að gleðjast yfir og þakka fyrir. Sérstaklega erum við þakklátt fyrir samfylgdina sem við áttum með þessum góða manni og við notum bergmál þessarar glaðværðar til huggunar á komandi tímum, fjölskylda og ástvinir læra að fóta sig í nýjum veruleika, án Kidda. Kristinn Egilsson fæddist í Borgarnesi þann 7. október árið 1941. Hann var sonur hjónanna Egils Pálssonar sem fæddur var að Búðum á Snæfellsnesi árið 1912 og Jóhannu Lind Pálsson sem fæddist árið 1916 í Svíney í Færeyjum. Kiddi, eins og hann var alltaf kallaður, var sá fjórði í röð 16 systkina, en þau eru Sóley, fædd 1937, Ólafur Páll, fæddur 1939, en hann lést árið 2018, Hilmar, fæddur 1940, þá kom Kiddi, fæddur 1941, Guðmundur fæddur 1943, Páll 1944, Rannveig fædd 1946, Þorbergur 1947, Sigrún 1948, Eygló 1950, Sonja 1951, Sólrún 1953, Hans 1957 og Jenny 1959. Tveir drengir létust í frumbernsku, Hans sem fæddur var 1955 og dó sama ár, annar andvana fæddur árið 1963. Blessuð sé minning þeirra. Kiddi ólst upp í Borgarnesi, hér hinum megin við götuna. Gekk í barnaskólan og lauk þeirri skólaskyldu sem var á þeim tíma. Hann var annars í sveit öll sumur á bæjum víðsvegar Borgarfjörðinn, til dæmis á Stórafjalli, Arnarholti og Hjarðarholti. Árið 1944 komu hjónin á Stórafjalli við hjá þeim Jóhönnu og Agli á leiðinni heim frá fullveldisháttíðinni á Þingvöllum. Jóhanna lá þá á sæng, var að eiga 5. strákinn á jafnmörgum árum. Líklega hefur þeim hjónum litist þannig á að ráðlegt væri að létta undir með Jóhönnu, því þau hjónin tóku 3 elstu strákana með sér að Stórafjalli, Kiddi ekki nema 3 ára þá. Hann var þar síðan mörg sumur í sveit, líklega fram á fermingu. Kiddi var algjör sveitakall og það hefur vafalaust átt vel við hann að fara í sveitina á vorin og dvelja þar fram á haust. Hann átti líka eftir að búa í sveit á fullorðins árum, en þann 31. desember 1973 kvæntist Kiddi Iðunni Jómundsdóttur frá Örnólfsdal. Þau hófu sinn búskap í Borgarnesi, fyrst á Böðvarsgötu 2, en keyptu síðar hús að Borgarbraut 26. Kiddi tók snemma meirapróf og vann lengi sem bílstjóri hjá Kaupfélaginu. Þegar hann tók meiraprófið, tók hann að reyndar á bílinn sem hann var búinn að vinna á allt sumarið. Það var nú þannig í þá daga. Árið 1980 fluttu þau Iðunn í Örnólfsdal og hófu búskap þar. Kiddi var mikill dýravinur og natinn við skepnurnar, var reyndar logandi hræddur við villiketti og mýs, þessi stóri og sterki maður, en það önnur saga. Kiddi sinnti bústörunum vel og heyrði ég sagt að Unun hefði verið að horfa á hann gefa skepnunum. Ég hef aldrei heilt talað að fólk gefi fallega á jötuna, en það heyrði ég sagt Kidda og þykir mér það lýsandi og fallegt. Ásamt því að vera bóndi í Örnólfsdal annaðist Kiddi skólaakstur margra ára skeið. Elsta barnabarnið minnist ótal ferða sem farnar voru með afa að sækja skólakrakkana í Varmalandsskóla og skila þeim síðan einu af öðru heim á bæina í Þverárhlíðinni. Kiddi hafði gaman af akstrinum en keyrði hægt, því það var margt sem þurfti að fylgjast með á leiðinni. Fólkið hans talar gjarnan Þverárhlíðaraksturinn, sem 60 km max. En Kiddi ók alltaf hægar og hægar með árunum
og eru þau sem ferðuðust með honum í bíl á seinni árum sannfærð það að hann fór aldrei hraðar en 30. Enda liggur ekkert á og Kiddi var ekki þannig maður að hann væri alltaf á klukkunni. Þurfti ekkert að vera í spreng heim til þess að ná fréttunum. Best að vera í núinu, hafa gaman og njóta lífsins. Kidda fannst gaman að skemmta sér, var hrókur alls fagnaðar hvar sem hann kom. Hann var til dæmis bílstjóri tungnamanna í Leitum og Holtavörðuheiði í mörg ár. Fór þó alltaf úr kofanum og keyrði út á veg til að heyra kvöldfréttirnar. Kom svo inn, sagði körlunum fréttirnar með miklum tilþrifum og uppskar mikinn hlátur. Kiddi talaði hátt og mikið, sagði gjarnan sögur sem kallaðar voru stubbasögur. Hann var frægur fyrir þessar sögur sem voru einstakar að því leyti að þær höfðu hvorki upphaf né endi og þurfti gjarnan að geta í eyðurnar. Á yngri árum hafði hann gaman að því að fara á böll, enda sögðu systur hans að mesta þjónustan hafi verið í kringum Kidda af öllum bræðrunum. Það þurfti að pússa skóna fyrir hann, pressa buxurnar, raka á hann hálsinn, svo var lagt í hann með briljantín í hárinu og tvíburana vini sína í aftursætinu. Sveitaböllin þrætt og dansað fyrir allan peningin. Á fullorðinsárum hafði Kiddi gaman á harmonikutónlist og fóru þau Iðunn og mörg harmonikuböll á búskaparárum sínum. Kiddi var flinkur í gömlu dönsunum og segir sagan að hann hafi lært helstu sporin í fjósinu á Stórafjalli. Kiddi hafði líka gaman af kórsöng, sérstaklega karlakórum, og fór gjarnan á tónleika ef það voru kórar sem heimsóttu sveitina. Þess vegna yndislegt að söngbræður eru hér með okkur í dag, alveg í anda Kidda. Takk fyrir sönginn, strákar. En þau sem þekktu Kidda vita að hestar og hestaferðir voru hans líf og yndi. Hann átti ófáa gæðinga í gegnum árin, sagði gjarnan að langbest væri að ríða út á vorin nætur. Það eru margar frægar sögur af Kidda úr hestamennskunni, en vinkona hans úr deildinni skrifar svo. Við vorum nokkur sem vorum á kafi í kappreiðum og kepptum víða land. Á þeim árum áttum við engar hestakerrur, en Kiddi fann góða lausn á því að flytja hestana. Hann var þá bílstjóri hjá kaupfélaginu og ók flutningabíl sem hann leigði helgar og flutti hestana fyrir okkur víðsvegar landið, til dæmis í Skagafjörð og á Þingvelli. Þegar komið var á mótstað voru hestarnir teknir af og bílnum breytt í eitt besta hótel fyrr og síðar, sem Kiddi kallaði Hótel Hörmung. Þetta var mjög vinsælt og fólk leitaði skjóls í hótelinu. Sem betur fer var ráðinn hótelstýra og matseljur á hótelið sem sáu til þess að knaparnir voru í standi fyrir kappreiðar morgundagsins. Kiddi hélt þá í hestana fyrir félaga sína á ráslínu, náði góðum tökum á þeim og róaði þá með sínum stóru höndum og þægilegu nærveru. Önnur saga fær að fljóta með því hún er heimsfræg, allavega í Borgarnesi. Þegar hesthúsahverfi var í Borgarnesi var gjarnan stoppað við kirkjuna og borg á Mýrum og Áð, eða niðri hjá ánni. Kiddi í góðra vina hópi reið vestur á borg eitt vorkvöld, daginn fyrir fermingu systur sinnar. Í ræðunni daginn eftir hafði sér hann á orði að mikið ónæði hefði verið kvöldi áður af fullum hestamönnum. Það hefði ekki verið nokkuð friður til þess að skrifa ræðuna. Þá heyrðist í okkar manni, já, svona er að draga allt fram á síðustu stundu. Já, Kiddi var þekktur fyrir sín hnyttnu tilsvör. Hann var mikill húmoristi og snöggur til svara. Eitt sinn fór hún og keypti sér stígvél í kaupfélaginu, en þau höfðu hækkað all svakalega í verði. Hann hitti mann sem spurði hann frétta. Kiddi sagði, ég var að kaupa mér stígvél, þau voru svo dýra ég veit ekki hvað ég á að gera. Ætli ég þurfi ekki að fara að taka stærri skref bara. Kiddi var léttur í lund, brosmildur og kátur. Hann talaði hátt og það var engin filter eða feimni. Hann var félagslyndur, gat talað við alla og talaði gjarnan við menn eins og hann hafði hitt á í gær. Hvar sem hann kom var hann farinn að spjalla við menn eins og þeir væru aldagamlir vinir. Enda var haft á orði að Kiddi myndi líklega segja við gullnahliðið. Býtu, hver ert þú? Ég er Lykla Pétur. Já, það hlaut að vera, mér fannst ég kannast eitthvað við þig. Kiddi mundi ekkit endilega hvað fólk hét, en sagði þá gjarnan, æ, þetta var kunningi minn.
Á meðan Kiddi bjó í Örnólfsdal fór hann ófáar ferðir yfir laxveiðitímann með veiðimenn og hestum að fremsta veiðistaðnum sem kallaðir eru starir. Hann fór með ýmsa fyrirmenn og þjóðhöfðingja þangað en það voru allir jafnir fyrir honum. Hann talaði ekki eitt orð í ensku en gat samt gert sér skiljanlegan. Gat sannarlega talað við alla. Hann hafði gaman af því að hitta fólk, var duglegur að koma við í kaffi hér og þar, bæði í Borgarnesi og í sveitinni. Og þá var rætt nýjustu fréttir, landbúnað og gamla góða daga. Hann kunni margar sögur af gömlum borgnesingum og fólki til sveita í Borgarfirði. Kiddi var algjört náttúrubarn, þekkti sveitina eins og lóan á sér og kunni hvert einasta örnefni. Það útskýrir líklega akstursslagið. Það þurfti endalaust að vera að benda á og segja frá hverjum hól og hæð. Hann hafði gaman af því að renna fyrir sjóbirting á haustin og vorin. Hann var einnig lunkinn refaskitta. Ár eftir ár hurfu hann og félagi hans í grenjavinnslu í júní. Þetta tímabil var stór partur í hans lífi og mikil tilhlökkun sem fylgdi. Þarna var vorið að koma og þeir vinirnir upp öll fjöll, fóru allan afréttin í alls konar veðri og færð. Enda var haft á orði og oft lituður út eins og útlagar þegar þeir komu aftur. Kiddi var algjör göngumaskína og það var ekki gengið á flottum gönguskóm, heldur bara í Nokia stígvélum eða þungum skó með stáltá. Það hafði engin í við hann. Það voru líklega smalagenin í honum, stakk alla af. Enda var hann kloflangur og labbaði hratt. Ef krakkarnir voru með honum, stoppaði hann gjarnan og kveikti sér í sígarettu og meðan hann beið eftir þeim. Ekkert gefið eftir. Þau Kiddi og Iðunn eignuðust saman 3 börn. Þau Egil Jóhann, Andra Þór og Guðrúnu. Egil Jóhann fæddur 8. maí 1973. Sambýliskona hann Arna Hrund Jónsdóttir. Þau eru barnlaus. Fyrir á Egil 3 börn. Elisabeth Ýr Mosbeck fædd 16. apríl 2004. Jóhanna Rún Mosbeck fædd 8. nóvember 2006 og Askur Týr Lábert fæddur 13. desember 2008. Andri Þór fæddur 9. maí 1977. Hann kvæntur Elínu Friðriksdóttur og eiga þau 3 börn. Eyrún Freyja fædd 30. mars 2007. Friðrik Rafn fæddur 22. mars 2010 og Kristín Embla fædd 6. apríl 2015. Yngst Guðrún fædd 23. febrúar 1982, gift Hauki Þorsteinsinni. Sonur þeirra Stormur, fæddur 4. september 2014, fyrir á Guðrún Magnús Sindra sem fæddur 3. júlí 2006. Iðunn átti áður Ásrúnu Kristjánsdóttur, fædda 11. september 1963 og hennar maður Jónas Dahlberg Karlsson. Þau eiga 2 dætur, Iðunn fædda 30. nóvember 1988 og Maren sem fædd 30. júní 1994. Maður Iðunnar Ragnar Adolf Árnason og eiga þau Míu og Tönju. Maren gift Fannari Örvarsinni og eiga þau Sif. Afabörn Kidda eru því 10 og langafabörnin 3. Árið 1995 skilja þau Iðunn og Kiddi flytur þá aftur í Borgarnes á Borgarbraut 21. Hann vann þá hin ýmsu störf lengst af hjá Loftorku. En Kiddi var alltaf mikill sveitamaður í sér. Í spjalli við Kidda barst talið oftar en ekki að landbúnaði, smalamennskum, leitum að kindum og afréttum eða refaveiðum. Þar lá hugur Kidda, í sveitinni og helst fram á heiðum. Hann notaði oft orðin framfrá og ofan eftir þegar hann var að fara upp í sveit. Hann tók lengi þátt í leitum og hlakkaði hann alltaf til þess að fara í þessar ferðir. Árin hans Kidda í Borgarnesi voru honum góð. Hann skildi reyndar ekkert í því þegar hann flutti þangað aftur að strákarnir vildi ekki koma út að dansa, voru alveg hættir að fara á böll. En strákarnir vinir hans voru þó allir vel yfir 50 og aðeins farið að hægjast hjá þeim, en Kiddi lét það ekki stöðva sig, var alltaf til í gleði og glaum. Enda þegar hann hélt eitt sinn upp á afmæli sitt á laugadegi, var hann spurður hvort hann reiknaði með því að veisluhöld yrðu langt fram eftir. Þá svaraði Kiddi: Já, ég að minnsta kosti að fara í leitir á miðvikudaginn. Í Borgarnesi átti Kiddi góða nágranna, skaut gjarnan skjólshúsi yfir fólkið sitt í lengri eða skemmri tíma og hafði því alltaf félagsskap.
Kitty hafði gaman af afabörnunum, fannst notalegt að fá þau til sín á milli skóla og íþróttaæfinga. Alltaf til ísblóm í fristinum og kakó og keks í skápnum. Ef eitthvað vantaði þá var brunað í Netto til þess að fylla á lagerinn. En það var þó tekið fram að hann var ekki notaður til barnagæslu nema þegar börnin voru orðin nokkuð sjálfbjarga. Einu sinni bað Kitty son sinn að gera við bílinn fyrir sig. Sonur hans var þá með ungan son sinn á öðru árinu, nýfærinn að ganga og sagðist því ekki geta aðstoða pappa sinn. Kitty hélt það væri nú ekki mikið mál, hann gæti litið á eftir drengnum á meðan viðgerðunum stæði. Sonur hans var skömmu síðar með hausinn ofan í húddinu á bílnum, allur í olíu, en tók þó eftir því að pappans var þar líka, fylgdist áhugasamur með viðgerðunum. Sonurinn spurði skelkaður, hvar er strákurinn? Kitty svaraði þó að bragði, og hann hljópa eitthvert þangað. En Kitty var góður pabbi og afi, bóngóður og greiðvikinn og minnast börnin hans með þakklæti og hlýju. Telja sig heppina að hafa alist upp á stóru sveitaheimili þar sem alltaf var líf og fjör, fullt af fólki og nóg að gera. En eins og var í sveitinni á þessum tíma, þá hefur samveran líklega sjaldan verið á forsendum barnanna. Þau voru tekin með í þau verkefni sem þurfti að sinna, hvort sem það var verið að slátra á öðrum bæjum eða járna. Og svo var farið í reiðtúra, enda þau búin að vera á hestbaki síðan þau voru smákrakkar og margar minningar tengdar pappa þeirra eru úr hesthúsinu eða af hestbaki. Kitty hafði búið í Brákarhlíð í 3 ár þegar hann lést þann 21. mars síðastliðinn. Hann fór þangað fyrst í hvíldarinnlögn en fór aldrei aftur heim. Honum líkaði dvölin vel, hafði mikið að gera til að byrja með, bara hjálpa til og skuttla fólkinu og herbyggin í hjólastólunum. En það leið ekki á löngu þar til fæturnir gáfu sig og Kitty fór í hjólastól sjálfur. Þegar fólkið hans hefði verið að hvetja hann til þess að hreyfa sig og fara út að ganga, þá svaraði hann að það gæti hann alls ekki. Þá haldi allir að ég sé próflaus. En það var vel hugsað hann í Brákarhlíð með mikilli natni og umhyggju og kann fjölskyldan starfsfólkinu þar bestu þakkir fyrir. Enda var hann hvers manns hugljúfi, alltaf jákvæður og alltaf allt gott að frétta. Kitty veiktist alvarlega nú jólin og var þá haldmanna að hann væri að kveðja þennan heim. En hann náði sér upp úr þeim veikindum, bað meiri kjötsúpu og þá vissi fólkið hans að hann væri á batavegi. Hann var alltaf svo listugur hann Kitty. Þó farið væri að draga af honum var húmorinn ekki langt undan og stundum komu hnyttnu tilsvörin eins og þruma úr heiðskýru lofti, alveg eins og í gamla daga. Það er söknuður af manni eins og Kitta sem talar hátt, talar við alla, segir sögur, þó þar vanti stundum upphaf og endi. Vill gefa af sér til fólksins í kringum sig með glaðværð og greiðvikni. Kitty var duglegur, hann var bóngóður og hjálpsamur við hvern sem bað honum aðstoð. Með lífslaupi sínu kennir Kitty okkur ýmislegt og kannski sérstaklega það hvað það er mikilvægt að hafa gaman, eiga samfélag við fólk, njóta lífsins, vera í núinu. Og það eitt er víst að minningin Kitta lifir áfram. Hann minnir á sig þegar Bonacera Señorita hljómar í útvarpinu, þegar við sjáum fallegan gæðing í íslenskri vornótt, í töktum og tilsvörum barnanna sinna, orðum og orðasamböndum sem hann notaði eða öðrum minningum sem þið geymið í hjörtum ykkar. Það er dýrmætt hvað eru til margar skemmtilegar sögur af Kitta. Flesta sögurnar sem ég heyrði voru reynda þannig að þær hefðu líklega frekar hentað í annál á þorrablóti heldur en í minningarorð. En ég hvet ykkur til þess í erfidrykkjunu og eftir að helga stundina Kitta. Rísa jafnvel úr sæti, segja af honum sögur. Gleðjast yfir gleðinni og hlátrinum sem hann dreifði í kringum sig. Leyfa bergmáli hlátursins að óma þegar við kveðjum hann hinsta sinn. Með sögunum lifir hann nefnilega áfram. Þið skulu vera duglega að tala hann og segja sögur á honum. Minningarnar hann munu aldrei gleymast, breiða brosið, blikið í auga, hláturinn og öll skemmtilegu tilsvörin. Við kveðjum Kitta héðan frá Borgarneskirkju í dag. Heimurinn er sannarlega fátækari en dýrmætar minningar lifa áfram og gleymast ekki. Í bjartri von og í einlægri trú felum við kæran vin í arma miskunnar Guðs. Guð geymi þig og gæti í friði sínum.
Kristinn Egilsson. Amen. Ég var beðin fyrir kveðju frá Jóhanni Lind sem búsettur í Japan. Einnig skilar kveðju systir Kitta, hún Sóley, sem búsett í Færeyjum.
Hún sendi samúðarkveðjur frá frændfólkinu öllu í Færeyjum. Maren afastelpa Kidda skila kærum kveðjum, þakkar fyrir minningarnar og góðar stundir. Elli í Kvíum sendir einnig samúðarkveðjur með þakklæti fyrir góð kynni. Við skulum biðja. Við þökkum þér kærleikans Guð fyrir ljósið sem við okkur skín frá þér og heilugu orði þínu. Gefa við megum taka á móti því í hug og hjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur Kristinn Egilsson. Við þökkum allt það góða sem hann gaf okkur með lífi sínu, þökkum gleðina sem fylgdi honum, allar góðu stundirnar sem hann deildi með okkur. Já, helgaðu og blessaðu allar góðar minningar ástvina hans, styrk þau og veit þeim leiðsögn á komandi tímum. Í Jesú nafni. Amen. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Kristur kenndi þegar við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við skulum rísa á fætur. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum fríði. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Yeah.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Farið í Guðs friði.